En við ætlum að fara í síðasta fyrirlestur dagsins og það komið ánum Þresti Þór Bragasyni, miðlunarfræðingi. En hann ætlar að fara með okkur yfir notkun stafrænna tvíbura í framsetningu á innviðaverkefnum og gefum honum gott klapp og bjóðum hann velkominn á svið. Góðan daginn. Ég ætla að halda þess áfram í hjartartenginguna. Við ólumst báðir upp í Arahólunum og hann og bróðir minn eru mjög góðir vinir, þannig að bara let's get that out of the way. Ég að dagstaglega ég að vinna við, ég raun og veru, var að hugsa á hana svolítið viðeigandi að grafíkörinn kom í endan á svona ráðstefna því að við erum yfirleitt alltaf aftast á færibandinu hvað sem en samt gaman að geta lokað svona, búið að vera mjög gaman. Og ég vinn hjá Eflu sem miðlunarfræðingur og í þá því sem dálítið mikið í svona eins og mat- og umhverfisáhrifum og innsetningu á þrívíddarmódelum í raun hluti og svoleiðis. En við erum farin að vinna töluvert mikið með stafræna tvíbura sem við búum til með fotogrammetrí, rétt upp hönd sem að vita hvað fotogrammetrí Já, ok. Og við erum einmitt í mjög stóru verkefni núna sem við kynnum bráðum á kort.is sem svona kortavefur Eflu sem líka gagnagrunnur, líka þessi gagnaland og ég ætla bara að byrja hérna. Þeir sem kannski þá heyrið betur í mér eða ekki? Já. Þeir sem þekkið dálítið til ferlisins, þið vitið að náttúrulega í svona hefðbundi ferli öll þessi CAD-súpa sem til. Það fyrir síðan inn í 3D Studio Max og V-Ray og svo tekur marga daga, jafnvel vikur að rendera. Og ég setti baði AI að gera fyrir mig rendertákn og rétt upp hönd þekki að tekjutilinn úr 3D Studio Max, aðeins færri, ok. En já, kostirnir þetta þekkt aðferð, hún orðin bara svona nokkuð vel establiseruð, en hún tímafrek. Og leyfið á 3D Studio Max frekar dýrt og svona fyrir litla stofur, þá það bara ekkert sérstaklega skemmtilegt. Og það ekki gaman að læra 3D Studio Max ef maður kann lítið í 3D. En það sem við erum að gera núna að við erum að vinna þetta töluvert mikið í rauntíma, í bara real time. Og þeir voru að tala áðan Hannes og þeir leikjavélar og það kannski ekki margir sem vita en Efla einn af stærstu leikjaframleiðendum á Íslandi. Við höfum leik sem downloadað 1000 sinnum. Og við erum að vinna þetta dálítið með gamla fyrirkomulagið í bland. En það sem við gerum núna að við erum að skjóta inn Unreal Engine og Twinmotion í framsetninguna á verkefnunum okkar. Og það hefur það í huga í kjölfarið að það hraðvirkara og oft ódýrara. Þó svo ég sé reyndar, mér skildist á þeim á NTA áðan að við erum eina verkfræðistofan sem með Maya-leyfi og það bara mér að kenna. Mér langar ekki að læra nógu mikið á Blender. En það sem við fórnum í staðinn þegar við erum að vinna eins og í Twinmotion að við kannski þurfum að undirbúa hlutina betur annarkvort í Revit eða Rhino eða hvað sem eða Maya. Þetta Twinmotion dálítið svona eins og Playmobil og meðan hinn forritin eins og Tecnilego ef það meikar sens fyrir ykkur. Nú, þá komum við að hvernig við byrjuðum á þessari svona tvíbura vegferð var að þegar ég var nýbyrjaður hjá Eflu 2017 þá fengum við stórt verkefni þá var Efla búin að vera að vinna í verkefni í Ullevall í brú sem tengist við þjóðarleikvanginn og það var beðið bara getið þið gert eitthvað bara virkilega quick and dirty en samt fallegt módel sem sýnir hvernig þetta og við náttúrulega ég fór að spyrjast fyrir hvað til af Oslo og allt þetta og það var eitthvað lítið til og við fengum einhvern sem hafði bent okkur á Twinmotion hugbúnaðinn og einhvern veginn tókst okkur að plástra saman mannvirkjamódelinu af göngubrúnni sem var frekar þungt að koma inn úr CAD en við enduðum á að gera vídeó sem sýnir gangandi vegfarendur og bíla keyra undir og allt þetta og ég held að sé búið að keyra þetta vídeó eitthvað 50-60 þúsund sinnum á YouTube, það ágætis performance og svo komum við að þessari efri myndinni að þetta vegamerki sem þetta eru Vatnsdalshólar. Vatnsdalshólar verkefnið okkar var gert sem eiginlega grín að við ákváðum að telja Vatnsdalshóla og þjóðsagan sú að það ekki hægt að telja Vatnsdalshóla þannig að við sögðum bara ok, haldið að björnum okkar eða kaffibollanum eða hvað sem og fórum og flugum Vatnsdalshóla með dróna
og svo bara prósessuðum við módelin og við náðum byggum til leik í Unreal þar sem við vorum að heiðra eina listakonu sem hafði ætlað að telja Vatnsdalshóla. Hún hafði tekið með sér hæla í Lata Sport og svo kláraði hann hælana áður en hún kláraði hólana. Þannig að ég tók bara first person shooterinn í Unreal, breytti kúlunum í staura og svo var teljar upp í horninu og maður gæti bara talið, tölvan taldi fyrir mann eða Unreal taldi fyrir mann staurana sem maður hafði skotið og við enduðum á að gefa tvö svör af því að það náttúrulega hóll og hól, það 1 hóll eða 2 hólar og allt þannig, þannig að við gáfum smá svona svigrum og gáfum 2 Bose headset og allt saman og fengum tilnefningu til IMARC-verðlauna fyrir stafræna herferð og vorum fyrsta verkfræðistofan sem hefur fengið og síðan þá ekki heldur, við erum eina stofan sem hefur fengið tilnefningu til markaðsverðlauna sem auglýsingafyrirtæki og erum samt verkfræðistofa. Og stærsta verkfræðistofan í Árbænum reyndar á Íslandi, íslenska verkfræðistofan skulum við segja, ef við skildum rétt. En já, þannig að þessi leikur vakti það mikla lukku að Landsvirkjun, við vorum að vinna verkefni fyrir þau upp við Þjófafoss og þá kom hugmyndin bara, ok, getum við gert eitthvað svipað? Getum við gert eitthvað svona aðeins, sýna fólki, leyfa þess aðeins að upplifa hvað það er og brúin við Þjófafoss göngu og hesta og hjólabrú. Þannig að við náttúrulega hugsaðum, ok, hvað getum við gert? Og þá vildi það skemmtilega til að það var akkurat komin spilanlegur hestur á Unreal búðina, þannig að við keyptum okkur hest í tölvuleik og höfðum ekki tíma til að breyta karakterinu, þannig að við erum alltaf bara með róbota og það var hægt að fara á hestinum yfir brúna og fara út í ána og synda og hann getur með þessu hoppað og allt saman. Þetta er æðislegur leikur, þetta hefur enga tilgang en þetta er bara listaverk. Þannig að þetta hefur svona verið að grassera dálítið hjá okkur ennþá og ég er að vísa ekki með vídeo af þessu en þetta er svona gefið til kynna, það er flott vatn og fólk fær alveg svona tilfinningu fyrir stærðinni og en svo er það sem að í raun og veru, ef þið horfið á landið í kring þá er þetta tekið með dróna fyrir mörgum árum síðan og það er margt búið að gera síðan þá og nýlegt verkefni sem við unnum núna bara í fyrra var það var í blöðunum daginn að þetta er naustin, Gaukur og Stöng og reynda veitingastaðir sem er farin á hausinn, Börn, að við fengum verkefni að gera visualiseringu á þessari göngugötu þar sem er verið að fara að breyta henni, breyta þessu úr bílagötu yfir í göngugötu og gera eitthvað svona skemmtilegt við þetta. Þannig að þannig að ég fekk leyfi til þess að fljúga dróna til þess að bara búa til stafræna tvíbura af þessari einu götu bara niður í bæ og næsta, sjáum við punktskíð af á götunni og appelsínugula örvarnar sýna hvar drónin var og hvert hann var að horfa og síðan á neðri myndinni þá er þetta stafræna módelið eins og að koma út úr tölvunni og þetta er bara mjög nákvæmt alveg upp á sentimetra og allt sem við gerum er í raun og veru undir 5 cm skekkjumörkum eftir hvað drónar við fljúgum með. En það sem var skemmtilegt í naustinu var að það var alveg stafrænt. Það var ekkert, það þurfti ekkert að fara að taka myndir, það þurfti ekki að gera neitt, við bara gerðum bara myndirnar inn í Twinmotion og við gátum stilt, byggum til götupartí og hafa DJ og allt saman og svo gátum við stilt bara hvað sem við vildum. En það sem er núna er náttúrulega eins og við vitum öll á Sundabraut alveg að fara að byrja og það sem er það var ákveðið að í umhverfismati og valkostagreiningunni að þá var ákveðið að það þyrfti að vera ljósmyndir. Það var bara Skipulagsstofnun og allir hagaðilar sögðu bara við viljum bara fá þetta alveg eins og þetta er og ef þið hafið unnið við að fótómatcha svona verkefni þá vitið það nógu flókið að fótómatcha kannski eina götu og eitt hús en svo þarf maður að bæta við 11 kílómetra leið. Þannig að minnsta hreyfingum hálfa gráðu í max eða mæja eða hvað sem er og þá ertu komin kannski 100 metra upp eða niður á hinum endanum þannig að þetta getur skekkst ansi hratt. Þannig að við fengum samþykkt inn í budgetið að búa til stafræna tvíbura alveg frá Laugarnesi og upp í Kjalarnes. Og ofan í þetta settum við náttúrulega bara öll módel sem við áttum af valkostagreininga. Þetta er náttúrulega ekki hönnunargögn þannig séð, þetta er meira bara til þess að sjá ein lágbrú, ein hábrú, undirgöng og hvað sem er. Og ég ætla að sýna ykkur við erum að nota, er ég með mús kannski?
Nei, er nokkuð mús? Ok, talið bara við mig á eftir og ég get bara sýnt ykkur, sem sagt, við erum með 3D viewer sem spilar alltaf 5 miljardar polygona í einu, þannig að það er frekar þung sena sem er 5 miljardar polygona en það ræður við það. Þá er hægt að fara á alla staðina sem eru útsýnisstaðinni sem við vorum að nota og við getum séð hvernig svæðið lítur út með breytingum og allt það og öllum valkostunum. Nú, er síðan bara mjög gott dæmi þetta er einn tökustæðurinn, hérna er Gufunes, við erum að horfa yfir Kleppsvík í áttina að Samskipum og þegar við vorum búin að rendera mannvirkið sem við fengum, þetta stand-in hringtorg, þá leit þetta svona út og þú veist, það sést alveg þetta er gert í tölvu og svona allt það og þá komum við inn á gervigreindina því að ég svo sem er ekki að forrita neitt í gervigreindina en ég er að nota hana bara sem verkfæri til þess að flýta minni vinnu og minnka mína handavinnu og ég nota bara Nano Banana og fekk þið sjá kannski smá munur á svona perspektífi á linsunum segi en með einu prompti þá fæ ég bara allt þetta tölvudrasl í burtu það kemur veðrun á steipuna og bara you name it, hún gerir þetta bara ef maður gefur nógu gott prompt og þetta var, ég var beðinn að gera þetta alveg sérstaklega fyrir alla myndirnar sem við notuðum í þessa skýrslu og þetta vakti mikla lukku og það sést sumstaðar þetta sé gervigreind en þetta er alveg meira en nóg fyrir það sem átt að nota þetta í sko. Nú, og svo náttúrulega bara svona í lokinni, líklega langt á undan tíma, það er alltaf ekki allir orðin fyrir þyrstir, hvað sem er. En sem sagt, það sem eins og fyrir mína parta, því ég er nú svona grafíker í grunninn, og það er aðalvinna mín hjá Öflu, að við fáum yfirleitt erum við alltaf seinastir á ferðabandinu. Það er ekki bara í dag, það er bara og við eigum svo margar final nota þetta, ekki þetta er drasl.doc eða .psd eða jpeg eða hvað sem er. En við erum raun og veru komin núna í minni vinnu, þá er ég komin inn í framar í röðina af því að það þarf bara að faktora inn þessa vinnu og allt það, sem er mjög skemmtileg breyting. En það sem er náttúrulega líka er að með integration á milli verkfræðingatólana skulum við kalla það og þá til dæmis Twinmotion og svo gervigreindarinnar er að mínir hönnuðir geta unnið rosalega mikið af grunnvinnu og fengið mjög skýra mynd af því sem þeir að gera miklu fyrr án þess að ég þurfi að koma að eða mega sens fyrir ykkur að þau eru orðið meira sjálfbjarga en það sem kemur þá líka er það að þegar að kemur svona crunch tími eins og við sáum ég hirti áðan og Mynstri og Optiva að það þarf ekki að vera að svitna yfir einhverjum núansum í snjókomu eða eitthvað að því að maður getur tekið 30% done grafískt módel, setta henni í gervigreind og sagt bara klára þetta og ef það lítur nógu vel út þá bara heldur maður áfram að pumpa út efni. En já, þannig að það snýst að mín vinna núna er að hjálpa mínum hópum að verða sjálfbjarga í að nota grafísk tól og þannig að þau eru ekkert endilega að kásast inn á það sem ég er að gera, ég hef ekkert áhyggjur að missa neitt til þeirra, en þau verða bara sjálfstæðir í þessari millivinnu. Og já, ætli það sé ekki bara tími fyrir spurningar, eða ef við viljum spyrja þá líka. Eru þið með einhverjar spurningar? Ég var miklu fljótari en ég bjóst við, en eru einhverjar spurningar? Hólunum í Vatnsdal, hver var niðurstaðan? Sko já, spurningi var hver var niðurstaðan á hólunum í Vatnsdal. Það var 750 eða 1280. Eftir hvort þú taldir hól eða hól eða hól, þú veist. Þannig að það var, en það var mjög gaman. Ég held að, eins og segja, ég held að við verið sótt 1000 sinnum og við áttum líka, það sem ég var ekki með inn á er, og náttúrulega get ekki sýnt það núna því ég er ekki með mús, að við erum búin að vera involveruð, skulum við segja, í öllum varnargarðamálum í Grindavík. Við fljúgum drónum, ef það er að gjósa þá erum við að fljúga og magntaka hraunið í raun og veru og gögnin okkar hafa verið notuð í hraunmælingar, flæðis simulations og ákvarðanir í sambandi við legu á varnargörðum og það er, ég get sýnt ykkur á eftir á iPadinu bara,
Við áttum fyrsta módelið sem var tekið af Grindavík eftir jarðskjálftana þegar bærinn var rýmdur og það er hægt að slökkva á öllum þekjum og öllum draslinu og sjá bara hvernig jörðin er og við erum að nota þetta mjög mikið og sérstaklega ef það eru náttúruhamfarir og svoleiðis þá erum við að nota dróna til þess að búa til stafrænar tvíbura af umhverfi og við getum það séð í raun og veru ef það verið sett upp, þú veist, ef þetta fara að plana einhverjar girðingar eða meiri varnargarða þá eru gögnin frá okkur notuð í það. Og, þannig að það var eitthvað sem ég bjóst ekki að ég myndi gera til dæmis þegar ég byrjaði Hefli 2017, að vera einhvers staðar út í hrauni í einhverju viðbragðssveit, almannavarna og eitthvað sko. En einhverjar fleiri spurningar? Svo bara, hvað þessi innviðaverkefni? Já. Eru stundum eitthvað svona tengdefum bara stærri bara íbúðabyrðum eða bara byggingum, byggingarbransi, eða þess að þú veist hvað ég meina, ekki vegið þá og svona, það eru einhverju tengt og breytengt svona. Já, við náttúrulega erum í, sko, eins og í segjum Höfðabyggðinni og svo það sem að Safír er á Grensásvegi, þar erum við náttúrulega mikið í, sko, bæði svona, hvað segja, ekki framfara heldur, taka svona stikkprufur, bara eins og er eins og tímavél í raun og veru, að taka stöðun á hlutum, bæði í efnistöku og líka bara hvernig framganga var orðið sem ég var að leita, að við höfum verið að grípa mistök í uppsteypu og ég veit eitt verkefni þar sem að, ég ætla ekki að segja hvaða verkefni það var, en ef við hefðum verið fengnir í að taka þessa snapshot, það hefði sparað svona 50 milljónir, það hefði kostað 500.000, eitthvað svoleiðis, eða eitthvað það bil. En já, við erum mikið í öllum þessum þar sem að budgeti leyfir, þar erum við að reyna að nota svona stafræna tvíbura mjög mikið og þetta er líka náttúrulega mjög gott upp á að sjá framvinduna í verkefnum. Það er hægt að kalla líka sko, eins og með þessi stóru verkefni, þar eru við kannski með 30-40 myndir í mjög hárri upplausn og það er hægt að fara bara í möppuna og sjá bara, já ok, þessi mynd var tekin hérna, þetta er hérna og í raun og veru bara eftir að tengja þetta betur inn í, að við erum dálítið svona endastöð eða svona hliðarstöð í þessu stóra ferli sko, þannig að þegar að gögnin koma inn í visualiseringu að þá eru þau orðin dumb data, þannig séð sko, það sem við gerum í visualization, það fer eiginlega ekki tilbaka sko, eða þú veist, eins og í Maya eða Unreal, þú veist, það er, þú veist, ég fer ekki sko Maya Unreal yfir í Revit til dæmis, þú veist, það fer yfirleitt alltaf bara í hináttina sko. En þetta er alltaf að verða meira og maður sér það bara eins og á, ég fer alltaf einu svona ári á Unreal Fest og það er í raun og veru fyrirtæki sem að býr Fortnite og svoleiðis, þau eru komið með alveg sérstakar rás á konferensinu fyrir bara ASIO og það er bara alltaf stærra og stærra og ég segi alltaf við fólk sem ég hitti úti sko að til hvers að vera grafíkar í tölvuleik og vera rekinn 3 mánuðir seinna þegar þú getur farið í byggingariðnaðinn eða Architect Engineering Construction og vera að vinna alveg af spennandi vinnu, að vera með miklu fjölbreyttari verkefni. Þannig að þetta er mjög miklu vaxtarmöguleikar þar fyrir grafíkara til dæmis og svona skapandi einstaklinga. Einhverju fleiri? Við þökkum Þresti þá bara kærlega fyrir geggjaða kynningu. Takk fyrir mig. Takk fyrir það. Og